Það má klappa einu sinni fyrir mig. Það taka tricks? Það er til að synka hljóðið. Já, ok. Ég langar að byrja á því að bjóða þig velkomin í þáttinn. Þú ert fyrsti maðurinn sem kemur inn á þátt sem er ekki alkóhólisti. Og mér langar að taka það fram að þetta er ekki greitt viðtal og ég er að bjóða þér í þennan þátt af því að þú ert eini frambjóðandinn sem að ég veit sem er að tala þessi málefni. Fíknisjúkdóminn og börn í vandræðum og mér finnst það aðdáunarvert og mér langar að leggja mitt að liði og dreifa því að það sé maður sem er ekki sama í framboði. Og mér langar að byrja að spyrja þig bara, er einhver alkóhólismi eða fíknisjúkdómur í þinni fjölskyldu? Bara þakka þér kærlega fyrir þetta, bara með þetta mikils. Já, eins og líklega í öllum fjölskyldum og kannski sárasta reynslan að tveimur ungmönnum. Það var annars vegar systir barnsmóður minnar, Kristín Gerður Guðmundsdóttir, sem átti við mikinn fíkniefnavanda að etja á sínum tíma. Og alla þá drauga sem þeim fylgdu og hún svipti sig síðan lífi 2001, ung kona og það bara tekur á að fylgjast með bara þeirri vanlíðan og sem fylgir þessum fíkniefnavanda og líka hvað mikil áhrif þetta hefur á fjölskylduna. Foreldra, systkin og alla aðstandendur og vini sem þykir vænt einstaklinginn. Bara eins og mikið gæfu blóð og bara góð manneskja. Kristín var alveg einstök manneskja, einstaklega gáð og öflug. En svo bara ræður fólk ekki við fíkniefnavandann eins og þú hefur verið að fjalla mjög vel í þessum þáttum. Og þó að sé reynt að standa við bakið á fólki. Síðan hún skildi eftir sér dagbók og hún vildi að hennar líf væri fjallað, opinberlega, eftir hún var látin og meðal annars myndin Lof mér að falla sem er gerð 2018 byggir að hluta til á dagbókum hennar sem og bara líka reynslusögum annarra kvenna úr fíkniefna heiminum og vegna fíkniefnavandans og bara þessum erfiða raunveruleika fíkniefna heimsins. Mjög átakanleg mynd og þetta reyndi mjög á okkur fjölskylduna á sínum tíma. Síðan nýlegra dæmi en það var systursonur Felixar, Bergur Snær Sigurþóruson, sem líka leiddist út í kannabisneyslu ungur árum sem unglingur og við vitum öll hvað það er alvarlegt þegar fólk byrjar snemma að reykja kannabis sem margir kannski halda að það sé og telja að sé ekki mikill skaði og ekki fylgir mikill vandi en leiddist það út í neyslu eftir erfiða lífsreynslu eins og Kristín og endaði sömuleiðis með því líka svipta sig lífi 19 ára 2016. Þannig að þetta stendur okkur í fjölskyldunni nærri og þetta rauninni þetta litar líf fjölskyldunar og bara heldur áfram að gera það. Þetta er hluti af raunveruleikanum sem verður bara að horfast í augu við og reyna lifa með en líka þá að huga að því kannski hvað getum við gert til þess að hjálpa öðrum sem eru á svipuðum stað og getum hjálpað. Og það er aðdánavert hvernig foreldrar og systkini þeim Kristínar Gerðar hafa unnið með þessi mál og látið gott af sér leiða þegar kemur að vímuefna
vörnum og sama má segja sko móður Bergsnæs en fljótlega eftir að hann lést þá stofnaði hún sko bergið Headspace sem sérstaklega vinnur að því að hjálpa ungu fólki í vanda. Að taka á móti fólki á aldrinum 12 til 25 ára sem á við bara vanlíðan að stríða, svona fyrsti viðkomustaður fólks og rauninni hvað ekkert vandamáli eru lítið, að það er ekki rétt á því að sé tala það og fólki hafi aðgengi, unga fólki hafi aðgengi að einhverjum til þess að tala það við. Þannig að bergið Headspace er svona fyrsti viðkomustaður fyrir ungt fólk til þess að ræða sín vandamál, hvort það séu sko erfiðar geðraskanir, erfitt heimilisástand eða bara djúpstæð ástarsorg eða mikil depurð eða lítil depurð. Það er mjög mikilvægt að ungt fólk hafi eitthvað stað til þess að leita á, til þess að ræða sína líðan og það þurfi kannski ekki endilega fyrst sko að fara endilega inn á formlega sko stofnun eða formlega heilsugæslu, heldur það sé eitthvað svona frekar þá svona á óformlegu nótum en samt faglega eins og í berginu Headspace. Nú ert þú búinn að vera ferðast landið og tala hér og þar og ég búinn að heyra að þú sért mikið að tala þessi málefni í þínu ræðum út á landi. Hvernig hafa viðtökurnar verið við þetta? Það hafa verið mjög góðar. Það sem við Felix vildum gera strax þegar við fórum að ræða þetta framboð, þegar við fórum að velta fyrir okkur fyrir hvað við vildum standa í þessu framboði, þá kom bara strax í okkar samtali upp að við vildum forgangsraða málefnum barna og ungmenna. Vegna bara okkar eigin reynslu af mannréttindabaráttu og hvað Felix hefur komið, hvernig Felix hefur komið að málefnum barna og ungmenna. Við höfum sjálfir, báðir sko verið í mannréttindabaráttu yfir sko 30 ár að berjast fyrir réttindum hinsegin fólks. Við höfum verið í mannréttindabaráttu fyrir það bara vera við sjálfir að fá bara sömu réttindi og aðrir einstaklingar í samfélaginu, að við getum kallað okkur fjölskyldu og verið fjölskylda, að tekið síðan móti börnunum okkur í skólunum eins og annara, bara börnum annara. Þegar við byrjuðum saman við Felix, fyrir þetta 28 árum, ég meina við gátum ekki einu sinni skráð okkur í sambúð, hvað þá nokkuð annað sem leita af sambúðarformi fólks sko, það mátti bara mismuna okkur á alla vegu, einfaldlega út frá því að við værum samkynhneigðir og það kannski gleymist núna í umræðunni að það er ekki nema 14 ár síðan að við máttum gifta okkur, að við gátum breytt sko í staðfesti samvist okkar sem var bara takmörkur réttindi yfir í formlega giftingu. Og þessi sko barátt okkar, ef við kemum inn á það, til dæmis fólst í því að eftir ég kom heim úr námi í Bretlandi, en ég var í meistar- og doktorsnámi í stjórnmálafræði í Bretlandi og því ég kem heim úr námi í Bretlandi, þá sé ég, og fer að kenna við Háskóla Íslands, þá sé ég það að það er engin hinsegin félög stúdenta við Háskóla Íslands og hinsegin fólki var ekkert að líða sérstaklega vel í íslensku samfélagi. Það var alveg ósýnilegt í íslensku samfélagi. En í breskum háskólum, þar sem ég þekkti til, voru allstað starfandi hinsegin félög. Þannig að ég hafði frumkvæðið því, ásamt nokkrum nemendum mínum, að kalla hóp hinsegin stúdenta saman við Háskóla Íslands. Og í byrjun árs 1999 stofnuðum við sko félag hinsegin stúdenta, sem í dag heitir Q, og við vorum 7 sem vorum að sækja svona stoppfundina, en stoppfundin sko eða svona undirbúningsfundina. Á stoppfundin mættu síðan, ég held að það komið 21, en að 6 viknum liðunum voru komin 200 manns í félagið. Þetta sko sýndi hvað mikið þörf á þessu og ungt fólk fyrst sko sýnilegt að verulegu leyti, ungt hinsegin fólk sýnilegt í samfélaginu. Og það sýndi hvað var mikið sko pottur brotinn þá og reynir hvað við vorum langt á eftir og erum að hluta til það ennþá. Að þegar við fórum síðan að taka tali námsráðgjafa upp í Háskóla Íslands, þá hafði þeim aldrei dottið í hug að einhver stúdent gæti átt í námsörðugleikum eftir erfiðleika með sitt nám vegna þess að hann ætti í basli með sína kynhneigð, ætti í basli við það að koma út úr skápnum, að vera hann eða hún sjálf eða hán sjálf. Þannig að það var ekkert bara inn í myndinni hjá fólki.
og sýndi bara samfélagsástandið á þeim tíma. En svo höfum við verið að taka þátt í bara mannréttindabaráttu allra. Ég hef verið formaður Jafnréttisnefndar Háskóla Íslands, var tíma formaður stjórnar mannréttindaskrifstofu Íslands og Felix hefur núna með Gunnari Helgasyni leikara, hann búinn að ferðast í mjög marga skóla á landinu, flest alla skóla á landsbyggðinni, þar sem hann að tala málefni ungs fólks, bæði mikilvægi lesturs og lesskilnings og svona fjölbreytt fjölskylduform og þeir ræða þetta við börnin á bara alvarlegum nótum og svo bara bregða þær á leik. Þannig að blanda saman skemmtun og fræðslu og upp úr þessu rauninni þessari reynslu að vinna mannréttindum allra í samfélaginu með reynslun okkar að vinna með ungu fólki sprettur þessi hugmynd að við viljum standa fyrst og fremst ræða málefni barna og ungmenna í þessari kosningabaráttu og við höfum sagt að öll börn eiga það skilið að líða vel og öll börn og ungmenni eiga njóta þeirra tækifæra sem eitthvað góða samfélag býður upp á. Það er ekkert tækifæri í svo frábæra íslenska samfélagi. Við erum með bara besta og ríkasta samfélag í heimi sem rauninni býður upp á bara fjölmörg tækifæri. Það er vandfundið að samfélag sem býður upp á rauninni meiri tækifæri í grunninn í íslensku samfélagi. Staðan hins vegar þannig að vanlíðan ungs fólks hefur aldrei verið meiri í íslensku samfélagi. Rannsóknir sýna það og við erum ekki á góðum stað þegar varðar geðheilbrigðismál ungs fólks og að taka á þeim. Við vitum alla umræðuna sem við verið lestur og lesskilning ungs fólks, þar sem ungt fólk skilið eftir í skólakerfinu sem ég held að hafi mjög mikið sálræn áhrif á það og getur þess til að takast á við síðan lífið og taka þáttöku bara í daglega samfélagi og við vitum það líka að þáttaka í félagslífi, íþróttastarfi, listum og menningu, hún rauninni beinu hlutfalli við tekjur foreldra. Þannig að því efnaminni sem foreldrar eru, því minni líkur eru á að börn þeirra og ungmenni taki virkan þátt í íþróttastarfi eða virkan þátt í bara tónlistarstarfi eða félagslífi almennt. Og við vitum síðan að það er fylgni á milli þessa og síðan kannski að leiðast út í vímuefni eða félagsskap sem er annars konar. Og mér finnst bara að við eigum að horfast meir í augu við þennan vanda og takast á við hann, ekki bara stinga höfðunum í sandinn. Og mér finnst einfaldlega að mér finnst einfaldlega að við getum nýtt forsetaembættið til þess að hafa áhrif til góðs eins og í þessum málaflokki barna og ungmenna. Þannig að mér langar að segja að við eigum þann draum að Ísland standi fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum barna og ungmenna, rétt eins og við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að jafnréttismálum. Þó að vissulega sé enn þar verk að vinna. Og við eigum ekki að gefa neinn afslátt á þessu. Mér finnst við eigum að setja okkur mælanleg markmið, hvað árangri við getum náð á til dæmis 4 árum til þess að bæta líðan ungs fólks, bæta geðheilbrigðis ungs fólks, taka á vímuefnamálum og vandanum ungs fólks, taka á og bara bæta lestur og lesskilnings ungs fólks. Og ég sé fyrir mér að nýta Bessastaðastofu, ef mér treyst til þess að stýra henni, að nýta Bessastaðastofu til þess að kalla saman ungt fólk sem að ræða hvernig best og best fer á því að taka á vímuefna vandanum, kalla þig til skrafs og ráðagerða, kalla það fólk sem ég hef hitt á ferðum mínum landið, ungt fólk sem að vinna í sínu samfélögum að vímuefna vörnum og að fjalla með sínu samfélagi hvernig eigi að taka á vímuefna vandamálum ungs fólks. Og það komið svo skemmtilega óvart að á fundina til okkar út allt land var að koma ungt fólk sem að vinna í þessum, kannski hver í sínum bara kima, hver í sínu byggðarlagi. Þannig að mér myndi langa að byrja á því að fyrsta embættisverk mitt væri að kalla saman ungs fólks til að taka á bara almennt vanlíðan ungs fólks í samfélaginu og þar á meðal
vímuefna vandanum og síðan alltaf sjálfsögðu að kalla fagaðilega til leiks, þá sem eru að gera góða hluti í þessu málum, hvort sem það eru á vegum frjálsra félagasamtaka eða heilbrigðisstofnana eða skóla eða sveitafélaga og sjá hvort þið getum ekki fundið sameiginlegan flöt með unga fólkinu og þessum fagaðilum til þess að lyfta málaflokknum á næsta stall, á hærri stall til þess að við getum gert samfélagslegt átak í því næstu 4 ár að skila miklu betri búi á 4 árum liðnum. Þannig að við höfum raunverulega tekið á vanlíðan ungs fólks og raunverulega tekið á vímuefnavandanum. Og ég full að trú að þetta sé hægt ef að viljinn sé fyrir hendi. Já, ég er algjörlega sammálaður og eins og þú segir þá Ísland er eitt af bara mjög ríkt land og ég myndi telja það allavega að það væri ekkert að flókið að leysa þessi vandamál bara með auknum fjármagni á rétta staði, SÁÁ eða geðheilbrigðiskerfið og til dæmis eins og það er svo margt skrítið í þessu eins og til dæmis það var daginn hraðúttekt í ópíóðavandanum á Íslandi og þar er sem sagt farið yfir bæði ópíóðaneysluna og bara hvernig við stöndum í þessum málaflokki í dag og þar kemur fram að við vorum með stefnu í fíkni vímuefnavörnum frá 2013 til 2020 og hún datt úr gildi 2020 og hefur ekkert verið neitt í gildi síðan en í þessari hraðúttekt kemur fram að það hafi aldrei neitt verið gert til að framfylgja þessari stefnu. Þannig að til dæmis þegar við segjum að við höfum verið stefnulaus í vímuvörnum síðan áfengis- og vímuvörnum síðan 2020 þá var ég réttara sagt að segja að við erum búin að vera stefnulaus síðan 2013 eða höfum aldrei verið með stefnu. Hvað finnst þér um þetta? Þetta er mjög alvarlegt og mér finnst að forseti eigi að stíga inn í svona umræðu af því þetta varðar heildarhagsmuni allra. Þetta er ekki flokkspólitísk og auðvitað má forseti aldrei vera flokkspólitískur en hann hlýtur alltaf að hugsa heildarhagsmuni þjóðarinnar og unga fólki okkar eru heildarhagsmuni þjóðarinnar, það er framtíðin og ef að því líður ekki vel, þá líður samfélaginu ekki vel, þá erum við ekki að byggja sterkar grunnstoðir til framtíðar. Þannig að við verður einfaldlega að gera miklu betur í þessum málaflokki og mér langar að segja það, mér langar að líta til hinna Norðurlandana. Ég hef kallað mikið eftir því að bæði í innanlandsmálum og í alþjóðamálum við lítum betur til hinna Norðurlandana, hvað þau eru að gera á þessum sviðum. Við getum lært heilmikið af þeim. Ég veit það er heilmikið samvinna á mörgum sviðum milli íslenskra stofnana og frjálsra félagasamtaka hinna Norðurlandana. Ég held að megi gera enn betur. Við eigum að nýta það sem vel er gert erlendis og bara taka það upp hér og efla þetta samtal við þá aðila sem eru að taka á þessum málum og ég hins vegar mikið spurður að því hvort að forsetir geti í raun eitthvað gert í þessum málum. Ég svara því hiklaust játandi að forseti getur gert heilmikið í þessum málum og þar bendi ég einfaldlega á Vigdísi Finnbogadóttur sem forgangsraði tilteknum málum á sínu tíma þegar hún tók við embætti. Hún forgangsraði velferð barna, hún forgangsraði tungumálunu, náttúruvernd og jafnréttismálum. Og það Vigdís til dæmis talaði mikilvægi þess að við hugsuðum vel börnin og velferð barna. Var til þess á 9. og 10. áratugnum, eins og ég man að það var farið að vinna með málefni barna og ungmenna rétt eins og önnur samfélagsleg viðfangsefni. Og það var farið að vinna að umhverfismálum rétt eins og önnur mikilvæg verkefni í samfélaginu. Vigdís var fyrst stjórnmálamanna til þess að ræða umhverfisvernd og málefni barna í samfélaginu, svo tóku aðrir stjórnmálaflokkar þetta upp. Að sama skapi er ég að vonast til þess að með því að forgangsraða málefnum barna og ungmenna, þá getum við sett þessi málefni á oddinn og líka með því að taka þessu einu skrefi lengra án þess að ætla sér að ganga á hlutverk löggjafarvaldsins eða framkvæmdarvaldsins, kalla ólíka hópa fólks saman í Bessastaðastofu til að takast á við þetta verkefni, finna sameiginlegan flöt til þess að vinna á hvað er það nákvæmlega, hvað við getum gert, hvaða markmið við að setja okkur
raunhæf markmið að setja okkur á næstu 4 árum til að taka á vímuefnavandanum eða taka á geðheilbrigðismálum ungs fólks eða bara almennri vanlíðan, setjum okkur raunhæf markmið með unga fólkinu, með faðilaganum og náum árangri þannig að við getum sko að 4 árum liðnum sagt stolt að Ísland stendur fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum sko barna og ungmenna. Þannig að við getum sko flutt þekking okkar út á þessu sviði eins og við erum að flytja út þekking okkar á jafnréttismálum. Af því að við stöndum okkur vel í þeim málaflokki, þá erum við að tala um jafnréttismálum allan heim. Mér myndi langa að sjá íslensk stjórnvöld tala að sama ákafa málefni barna og ungmenna erlendis og geta verið búin að sýna fram á með dæmum heima fyrir að við höfum tekist á við erfitt verkefni sem vímuefnavandinn, geðheilbrigði og vanlíðan ungs fólks. Og við höfum náð árangur þessum sviðum og tölum síðan það erlendis og hjálpum öðrum að feta sama farveg. Ég hef verið mikið núna sjálfur að tala við ungmenni og reyna að aðstoða hér og þar og ég fæ sko skilaboð annars slagið frá krökkum, þannig sé, yngri en 18 ára. Mér sett 14 ára sendi mér skilaboð daginn sem er búinn að vera í verkjalyfjaneyslu, morfín og oxycontin og er að biðja mig um ráð hvað hann er að gera, biðja mig um hjálp af því að hann kemst hvergi inn, þú veist, það er engin meðferð sem tekur við neinum undir 18 ára lengur. Það er séns á að komast inn á fíknigeðdeild eða geðdeild og þú talar náttúrulega um vanlíðan ungmenna og svona, en hvað finnst þér sko til dæmis að ég er búinn að fara núna nokkur sinnum með fólk á fíknigeðdeild til að reyna að koma þeim inn og það er ítrekka alltaf það sem að virkar, eina sem að fær aðstoðina eru þeir sem að ýkja, þeir þurfa að segja að ég er að fara heim að drepa mig núna. Ég ætla að svipta mig lífi núna og þurfa að lýsa því hvernig þau ætla að gera það eins grafískt og þau geta til þess að komast inn. Og þetta er náttúrulega bara ekki í lagi og hvað vissur til dæmis að staðan væri svona? Nei, ekki nema vegna okkar samtals þetta. Og þetta er náttúrulega bara alveg skelfilegt að sko heyra þetta og við erum náttúrulega bara augljóslega bara verðum að gera betur og þess vegna held ég þessu mikilvægt að kalla eftir þessu og nýta til dæmis forsetaembættið til góðs í þessum málaflokki og rétt eins og sko að forseti það finnst einhvern öllum sjálfsagt til dæmis að stjórnmálamenn og forseti kalli eftir betri umönnum aldraðara og við sinnum öldruðum vel í okkar samfélagi að sjálfsögðu sem við eigum að gera og eigum að kalla eftir því að við bjóðum sko öldruðum eins og stundum var sagt áhyggjulaust ævikvöld við hugum vel af eldri borgurum þessa samfélags, sjálfsögðu eigum að gera það en við megum ekki gleyma sko unga fólkinu og það er kannski þess vegna sem við sko Felix erum að forgangsraða ungu fólki, okkur líður aðeins eins og þessi ungt fólk, börn og ungt fólk sem líður ekki vel og leiðist til dæmis út í vímuefnaneyslu. Þeim er ekki sinnt eins og vera ber. Það er ekki tekið á þessum málaflokki og það er kannski ekki eins mikil ákefð kalla eftir því að taka á þessum gríðarlega mikla vanda og fjölga hjúkrunarrýmum fyrir unga vímuefnaneytendur, kannski eins og er talaður að fjölga hjúkrunarrýmum fyrir aldraða. En sem bæði mjög mikilvægt, en gleymum ekki unga fólkinu sem við verðum að hjálpa að sjálfsögðu. Og í þessu samhengi þá hef ég aðeins verið að tala sko mikilvægi svona fyrirhyggju. Sko við Íslendingar erum náttúrulega þekktir fyrir slagorðið, má ég segja, þetta reddast. Og það getur verið mjög gott að þetta reddast og það fyllir okkur eldmóð og krafti og við tökum á vandanum og kannski þá ætlum við að taka á kannski vímuefna vanda ungrar mannesku þegar hún blasir orðið við okkur. Sko og þá ætlum við að sko
fyrst látum við kannski til okkar taka, en þetta kannski spurningin fyrirhyggju, að reyna að hafa svona virkt og sterkt öryggisnet í skólakerfinu, bara strax í leikskólanum, í grunnskólanum, þegar börn eru ekki alveg kannski að rekast í hóp eða líður ekki vel, eða þegar kennarar í leikskólum og grunnskólum sjá að börnum líður ekki vel, eru afskipt, að við virkilega tökum þá á þeim vanda. Ég veit að skólakerfið er að gera mjög vel, það er að gera marga mjög góða hluti og komnir til dæmis skólahjúkrunarfræðingar, meira inn í skólan heldur var áður, komnir sálfræðingar og námsráðgjafar, miklu meira heldur tíðkaðist, það skiptir verulega miklu máli, en bara ef við hugum að þessu og að forseti kannski kallar eftir fyrirhyggju í þessum málaflokki, þannig að við höfum öryggisnet áður til að grípa börnin áður þau kannski falla í gryfjuna. Mér finnst þetta algjörlega rétt hjá þér, þú veist, núna mér finnst gott að þú nefnir þetta því að ég er krakki til dæmis sem að strauk af leikskóla ítrekað. Ég hélst ekki í skóla og ég var alltaf að strjúka og mér leið illa og ég get ekki hægt að hugsa eftir að segja þetta hvað ef það hefði verið gripið inn í leikskólanum þegar það var farið að sjá að ég var öðruvísi. En í staðinn var ég ekki fyrr en ég var orðinn unglingur og komin í neyslu sem var farið að gripa inn í, eins og þú segir, þegar þetta blasti fyrir manni, þá var gripið inn í. Já, og einhvern veginn og ég held þetta sé kannski bara meira, oft á tíðum þurfi bara einfaldlega vitundavakningu. Og að kalla strax til fagaðila til þess að hjálpa barninu, til þess bara að líða betur eða taka á því sem þarf að taka á. Því það getur margs konar mál komið upp á, eins og ég bara nefndi áðan, það að barn eigi erfitt með að lesa, það getur orðið leitt til þess að það getur orðið afskipt. Því gengur orðið illa í náminu, það stendur aftast í bekknum, þá er tossin í bekknum og er bara farin einhvern veginn svona að spóla í sama farinu, finnst það ekki ná árangri, það sé ekki eins gott og hinir, standi sig ekki vel og hinir, hefur verulega skaðleg áhrif á sjálfsmyndina. Þannig að það er bara svo mikilvægt að við tökum, þegar í stað bara lestur og lesskilningi líka, eins og vanlíðaninni, og á sama tíma að öll börn og ungmenni fá að vera þau sjálf, hvernig sem þau eru, og á sínum eigin forsendum, og náttúrulega sjálfsögðu að við tökum á, bara allru einelti eða bara ljótum orðum sem látin eru falla einfallega á skólalóðinni börn sem eru kannski ekki bara alveg eins og öll hin, hvort sem það er vegna þess að þau eru á öðrum uppruna eða bara einhvern veginn öðruvísi háttum heldur en kannski flestir eru sem bara náttúrulega ekkert ættum bara frekar að hefja það upp til vegs og virðingar, að vera aðeins öðruvísi. Og ég vissi það bara þegar börnin okkar voru í grunnskóla að við þurftum að hvetja kennarana til þess að þeir gripu inn í þegar börnin voru að nota orðið homm í neikvæðri merkingu. Þá voru kennarar feimnir við það bara að segja það var nú kannski best að vera ekki að nota þessi orð stöðugt á leikskólalóðinni í neikvæðri merkingu eða grunnskólalóðinni neikvæðri merkingu. Og það bara kom á þessu samtali á að við séum að sýna hvert öðru virðingu. Það var að tala um það líka við börnin, að þau sýni hvert öðru virðingu og skilning og bara við séum góð hvert við annað. Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin? Já, ég er bara svo sannfærður það að ef að viljinn er fyrir hendi, að þá getum við staðið miklu betur að málum þegar kemur að bara vellíðan og velferð barna og ungmenna. Og mér langar bara frá dýpstu hjartarótum að taka til í þessum málaflokki og með ungu fólki, og þá myndi ég vel segja ekkert ungt fólk án ungs fólks,
síðan með fagaðalunum í kerfinu til þess að lyfta þessu málaflokki upp á nýjan stall, þannig við höfum virkilega náð árangri í málaflokknum að 4 ára liðnum, að kjörtímabilinu liðnum, þannig við stöndum fremst meðal þjóða þegar kemur að málefnum barna og ungmenna. Ég bara þakka þér kærlega fyrir og mér langar að segja hérna að ef við viljum sjá forseta sem að tala um þessi málefni og vill sjá hvern árangur í þessum málum, að þá er Baldur ykkar forseti og ég mun kjósa hann. Takk. Þakka þér.